Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara á kaffi, svo ætlum við að gera eitthvað meira. Þetta var lítið og kalt, en þetta er á gjörn. Það er svo betra að drekka vatn heldur en kaffi, en það var bara ekkert annað í boði, þannig að ég bara skellti í mig kaffi. En þú ert ekki komin til þess að hlusta á kaffidrykkjuna mína og hvað ég gerir nú mikið af því. Þú viltu nú kannski fá eitthvað betra stæðara heldur en það. Og við erum áræðanlegt fólk og við erum menn sem að stöndum við það sem við segjum. Og við höfum gefið okkur út til það að vera guðsmenn, guðsfólk. Og það er einmitt það sem við ætlum að leitast við að vera. Og vegna þess að þú ert áhugasöm manneskja Guðs orð, þá ætlar þér að líka vel við þetta sem að hér er sagt og gert, og því þú hefur góða reynsla af því. Og það er gott að hafa góða reynsla af einhverju. Sumir hafa ekki góða reynsla af svo mörgu. En þannig er það nú líka að öll höfum við nú góða reynsla af einhverju. Og það er einmitt til þess að við getum haft þetta viðmið. Gott og illt, við veitum hvað það er. Það góða er það sem við viljum halda í. Og sum okkar leitustum við eða við vildum hafa þeim með við okkur, en leitum ekki alltaf í það. Og þá kemur upp spurningin, hver skilur þetta mannshjarta? Það er ekki hægt að skilja það. En við vitum alveg hvað við viljum gera. Við viljum vera góðar manneskjur. Við viljum láta gott af okkur leiða, en erum oft verstu klaufar við það. Og annað, að við sjáum ekki alltaf réttu myndina af okkur sjálfum. Það segir í orði Guðs að manni sýnir vegir allir vera góðir. Og þetta er nú bara staðreynd. Það er mjög erfitt að halda öðru fram við mannesku sem að sér ekki það sem er að, annan hún sé bara fínasta frábær manneskja. Þetta eru öll frábæra okkar leiti. En við sem sagt erum ekki þannig sé frábærar að ekki megi finna eitthvað að, og það með fullkomlega réttu. Þannig það er ekki vandinn, eða sko það er ekki málið að vera með þessa mynd uppi af sjálfum sér, því að hún er fyrst og fremst röng, því einn er góður og hann heitir Jesús. Þetta er það sem við viljum benda á. Þetta er krossinn, þetta er að koma við fætur krossins, að koma við fætur framfyrir fætur í lifandi Jesú Krist. Þá erum við að leita að hinu góða, fara á fullkomna, en við finnum það hvergi nema þar. Og þetta er gott viðmið, og þetta er rétt viðmið, og þetta er það sem Drottinn vill að við vitum leitustum eftir og förum eftir, þegar þetta er það sem að gefur lífið. Það eru fætur Jesú, og þar er krossinn. Þar var hann negldur á krossinn, þar gaf hann upp anda sinn, þaðan steig hann niður til heljar og þaðan reis hann aftur upp. Já, þeir sem þá voru uppi sá hann í 40 daga og horfðu svo eftir honum til himins Guðs, þar sem hann er í dag. Og hann gaf okkur trú, hann gaf okkur allt sem við þurfum til þess að við ræktum samfélagi við hann. Og hann segir meira, hann segir, einn daginn þá kem ég aftur til jarðarinnar með allar mínar hersveitir. Og hvað verður þá? Þá hefur tími Antikrist verið hér á 3. ár eða yfir 3 ár. Og ég held að Drottinn muni koma inn í algjöra rjúkandi rústir. Því að Antikristur er náttúrulega bara Satan. Hann kann ekki að fara vel með nokkurn skapaðan hlut.
og síðan komi alræðisvald eins og ég skil þessa ritningastaði antikrist og tíma antikrist, þá hefur hann alræðisvald. Það mun rústa þessu öllu. Og ég segi það að Drottinn mun koma niður í þetta og hann hefst þegar handa við að byggja þetta allt saman upp og hann mun búa til nokkuð merkilegt sem við Biblían talar að sé 1000 ára ríkið og það einmitt það sem við erum að vænta. Hann segir að við munum vera þar. Við förum eftir ákveðin tíma og förum ofan í gröfin, en Drottinn hann talar allt öðruvísi þessi mál heldur við. Dauðinn í honum, hann hefur algjörlega vald yfir honum. Og maður sem er farinn af jörðinni, lífið farið úr líkamannum, þetta líf, það í honum, hjá honum, með honum. Og hann kemur með þetta líf aftur og það herra þú eða frú þú. Sem hefur játað Jesú og dóst í trú á hann. Þetta það sem orðið að segja. Og hvernig tekur nú við þessu? Ég veit ekkert það. Ef þú hefur ekki trú til að styðja það við, þá finnst þér þetta afskaplega varasamur boðskapur. Þetta bara gömul saga og ný. En við getum ekki horft í það. Við getum ekki verið í þeim gírnum. Við verðum að tala það sem Drottinn að segja. Hann leysti okkur undan heiminum og við vitum að heimurinn með alls konar efasemdir og vangaveltur eitt og annað sem hann vill gera. En við erum ekkert þar. Þetta orðið, þetta segir orðið og ég ætla að fræða þig orð Guðs. Og við segjum, við þurfum að koma til kross Krists. Við þurfum að ná takti við hann. Við þurfum að vera við fætur lifandi Guðs og höfum myndað því í ritningunum og fleiri en eina eflaust, en ég man eftir þessari þegar hún María blessunin settist við fætur Guðs. Það þetta sem við erum að tala Við segjum komum til kross Krists. Hann þessi fætur lifandi Guðs. Það svo mikilvægt að við skiljum ritningarnar rétt og við getum alveg skilið þær rétt ef við bara förum í orðið. Og ég get alveg lofað þér því, hvað sem þú segir það, að það engin hæfari öðrum til að skilja. Og af hverju ekki nú? Það liggur alveg fyrir. Þú átt heilagan anda. Ekki segja mér það að heilagur andi í þér sé eitthvað veikburðari heldur en í öðru fólki. Nei, hann bara heilagur andi. Hann skilur, færastur allra í að útskýra fyrir þér orð Guðs, hver sem þú ert. Andinn sami. Sami andi og talar í mér, í Jesú nafni, hann talar líka í þér. Þannig að þú getur ekki haldið því fram með neinu rökum að menn séu misjafnlega þeir eru náttúrulega misjafnlega vel að sér í fræðunum. Og það af einni ástæðu. Veistu hvað ástæðu? Menn leggja misjafnlega mikið á sig við að nema orðið. Það eina ástæðan sem menn hafa. En þar líka skilur á milli. Með öðrum orðum, hvatningin alltaf sama. Berum sjálf ábyrgð á trúnni okkar. Það það sem að Drottinn vill. Við munum eftir orðum Drottins þegar hann var að lækna fólk. Þegar hann sneri sér að því og sagði, trú þín hefur læknað þig. Þess að mín trú læknaði mig. Þetta kannski þekktasta myndir sem við fáum þegar að konan með blóðlátið vissi að bara hún næði að snerta hann. Hann var á gangi og mikið af fólki í kringum hann, allir utan í honum og fylgja honum eftir. Ef ég næði að snart þá ekki sinnum að fall klæðast, mun ég læknast.
og sem sagt hún treðst þarna fram fyrir og inn á honum og nær að snerta kirtilfald hans. Og drottinn verður þess vís undir eins að gerðist eitthvað. Og hann snýr sér að lærisveinunum sínum og spyr, hver var það sem snart mig? Þeir náttúrulega reka upp stóru fallegu augu sín og urðu bara alveg kjaft stopp, eins og þeir á ábyggil oft verið það. Þú ert að spyrja okkur um þetta, sér ekki allt fólk hérna, það allir að nuddast upp við þig. Hann var ekki að tala um þetta, hann var að tala um trú. Hann vissi það einhver kom að sér sem átti til trú. Og hann nefnilega að leita að trú. Og hann segir við konuna, trú þín hefur gert þig heila. Trú hennar gerði hana heila. Mín trú gerir mig heilan, en bara mig. Þetta það sem að Kristus segir, trú þín hefur gert þig heila. Og hvað verið að segja? Það liggur fyrir hvað verið að segja. Ég þarf að byggja upp mína trú. Ég get ekki hengt mig á einhvern annan. Með hann, ég veit ekki hvað, ég svo skil ekki alltaf menn hvað þeir eru að segja. En eftir þessu að dæma, þá býr trúin í mér og þar er líka lækningarkrafturinn sem að ég þarf á að halda þegar eitthvað gerist. Hún vissi þetta, þessi kona. Það er ekki spurning um það. Hún vissi það líka, hún þyrfti að fá styrk frá Kristi. Og hann var þarna lifandi maður bara. Hún sagði, ef ég snert og fæ bara rétt snert faldklæðans, þá er mín sjúkrasaga á enda, og það gerðist. Hún var á enda, en Drottinn sneri sér að henni og sagði, skilaboð til mín okkar allra, trú þín hefur bjargað. Þetta eru mjög mikilvæg skilaboð fyrir hvort sem er mig eða þig. Að við sjáum á hvern við eigum að hengja okkur á. Hann heitir Jesús, sá sem við eigum að hengja okkur á. Við getum verið með einhver önnur nöfn í huga sem við hengjum okkur á og væntum að þessi og hinn geri þetta fyrir okkur. Ekki svo að skilja, menn sé ekki tilbúinu til þess. Þeir biðja og allt saman það, en það er þín trú sem læknar þig. Mundu það. Þannig að þú þarft að vita það. Að þú þarft að umfram allt að rækta upp í þér þína trú. Þú þarft að vita hvað hún getur gert fyrir þig. Konan með blóðláti var með það á hreinu. Hún vissi það 100%. Og Drottinn staðfestir þetta við hana. Trú þín hefur gjört þig heila. Og þetta eru skilaboð sem bara ganga og ganga og ganga. Þau eru ekki komin á enda. Þannig að við þurfum alltaf, þegar við erum að ræða um trúmál, að bera mál okkar þannig fram að viðkomandi einstaklingur hann taki þetta til sín og segi við sjálfa sig, hei, ég þarf að eiga til trú, ég þarf að rækta upp mína trú, því að mín trú mun lækna mig. Það getur alveg komið upp svo stað að þú verður veikur og veik, við vitum allt um það, ekki svo að skilja að menn séu neitt að vænta þess. En þegar að þetta gerist, þá mun þín trú lækna þig. Þetta er svo merkilegt og mikilvæg hugsun að eiga, því ef við erum með þessa hluti og þætti á hreinu, þá byrjum við til að mynda á grunninu. Og hver er grunnurinn? Kross Krists, hann er grunnurinn. Þar byrjar þú að byggja þig upp frá grunninum, byggja upp þína trú og hún mun lækna þig. Er þetta út í hött að hugsa svona? Ég held að þetta sé mjög góð hugsun að eiga og mjög hvetjandi hugsun hvort sem er fyrir mig að þig upp á það að ég haldi mér við þennan steðja sem heitir að vaxa í minni trú. Þar held ég að menn séu afskaplega misjafnir og margir bara því miður bara kærulausir hreinlega
hvað þetta varðar. En menn eiga ekki að vera kærlausir. Þessi kona með blóðalátið, hún var ekki kærlaus. Hún var svo ákveðin í að losna við sjúkdóminn að hún bara gerði það sem hún þurfti og hún vissi að Kristur var þarna. Hún bara fór og linnti ekki látum fyrir heldur en að hún var búin að fá það sem að bænir hennar allar stóðu til. Ég vil verða heil. Við sjáum það að hún var búin að segir í orði Guðs að hún hafi eytt miklum peningum í að reyna að fá lækningu, farið til þessar og hinnar læknana og þeir tóku við peningu frá henni alveg fram og tilbaka og svo. En það gerðist ekki neitt. Hún var alltaf eins, hún versnaði frekar en hitt. Þeir réðu ekkert við hennar sjúkdóm. En svo kemur drottinn og hún átti þessa trú og trúin hennar læknaði hana. Þetta eru skilaboð sem við þurfum að fara að taka við. Þetta eru skilaboð sem tala til mín og þín því að þetta er það sem drottinn að segja og orð hans ganga ekki á grunn. Við erum alltaf að reyna að burtskýra þessi orð og við erum að segja eitthvað annað þessi orð, þess vegna þynnað út og vegna þess að okkur vantar svo mikið trú. Okkur ég. Það sé ekki bara allt og margir að kenna, ég hugsa það. Nú er ég ekkert að tala endilega þá sem í púlti. Ég vil nú trúa því að þeir sé að kenna rétta kennslu. En það eru fleiri sem í raun og veru að kenna. Hverjir eru það? Þeir eru fram í sal. Menn að ræða saman. Menn að tala saman. Menn eru með þessa reynslu og hinna reynsluna. En hvað er drottinn að segja? Ég veit ekkert það. Ég veit ekkert hvort að menn séu svo mikið að kanna það. En ef að menn ekki með það sem þeir að segja á hreinu, þá endar það illa. Og það kemur út úr því einhver bastarður sem hvorki fugl eða fiskur. Og trúin einhvern veginn dalar hjá okkur og verður ekki mikil af vöxtum, en hún á að verða mikil af vöxtum. Hún á að verða stór og mikil. Þess vegna þurfum við, þetta fólk, sem erum að hvetja menn og til dáða og verka, að vera með svolítið mikla áherslu á hvað við eigum að gera. Við eigum að fara til Krists og soga næringu beint frá grunninu. Nú, af hverju? Af því okkur er boðið það. Við höfum aðgang að þessu og það er því bara fásinn að nota ekki þetta. Og ég tala nú ekki ef þú vilt vera tryggur og trygg með þína trú að hún fái rétta næringu. Ég veit að við viljum það og við þráum það og þurfum á því að halda að hún sé með þeim hætti. Og við getum það ef við bara fáumstum til að bera sjálf ábyrgð á trú okkar. Notaðu orðið. Talaðu við Guð gegnum þinn heilaga anda og vittu til hvort að hann fari ekki að leiðbeina þér og tala til þín með þeim hætti að þú eigir og eignist þessa staðfestu. Og þú segir, trú mín mun lækna mig. Þú ert með þetta beint úr munni lifandi Guðs sem segir þetta við þessa konu og sjálfsagt segir hann á fleiri stöðum afl trúarinnar í manneskju. En við erum alltaf að rífa utan af þessari staðfestu þannig að við svona gerum okkur sjálf lítil en svo förum við að horfa til einhverja manneskju. Halló, hún verður aldrei Guð. Og þetta eyðileggur ekki að tekur burt orðið sem Kristur segir, trú þín hefur bjargað þér. Trú þín hefur læknað þig. Trú þín, trú mín. Hún læknaði mig. Þín trú læknaði mig ekki. Mín eigin trú læknaði mig. Þetta er það sem Kristur að segja. Þegar hann bendir á konuna, trú þín hefur gert þig heila. Trú þín.
Þannig að við þurfum alltaf að byggja upp trúna í okkur sjálfum og við getum það. Við erum með öll skilyrði, við eigum heilagan anda, við þurfum bara að leyfa honum að vinna þau verk í okkur sem hann er að fara fram á. Og hann er hér og nú. Hann er ekki langt í burtu. Hann fylgir þér þar sem þú ert. Þar er heilagur andi Guðs. Hann er partur af þér. Hann fer ekki neitt frá þér. En við getum aftur á móti kefjaðan, haldið honum niðri, vegna þess að vilji okkar er skýr frammi fyrir Guði. Hann hreyfir ekkert, né hróflar ekkert við honum. Það sem hann hins vegar gerir er að tala út sína kennslu og þannig í raun og veru heldur hann manninum upp að sér með kennslunni og hann hvetur hann, lestu, byttu, vertu í samfélaginu og allt það og þetta hvetur mig og annan til þess að gera það sem Drottinn er að tala um. Við vitum alveg um baráttuna og við þurfum að tala um þessa baráttu. Því ef við tölum ekki um baráttuna sem hver og einn einstaklingur á í, þá værum við ekki að segja það sem við þurfum að segja um trúargönguna því að þetta er borðleggjandi staða. Að þessu að dæma, og við vitum þetta að er svona, þá munum við aldrei ná þessu. Því að við munum þurfa að glíma við þessa þætti. Ég er búinn að vera í 30 ár, yfir 30 ár og þú ert kannski lengur og maður er ekki búinn að vera lengur. Og þetta er dagurinn. Og byrju hvað er í honum? Fullt af áhyggjuefni og glímuefni. Og þetta gæti verið dagurinn, uggi ekki að mér, sem að ég hrasa lappirnar á mér á. Er þetta bábilja? Ég spyr þig. Þú veist að þetta er svona. Þannig við getum ekkert slakað á í þessu. Við getum ekkert endalaust verið að fresta einu og öðru í kringum trúna okkar. En hver margir ger ekki það. Þeir bara eru í því að fresta. Fresta þessu og fresta hinnu. Vegna þess að í eðli sínu eru þeir latt fólk. En það er ekki það sem að Drottinn er að bjóða okkur. Hann vill ekki að við séum latar manneskjur, heldur duglegt fólk. Hann vill líka að við séum dugleg í sér. Og hann vill að við séum áhugasöm það sem hann sér. Hann veit að áhugin er ákveðin drifkraftur. Áhugin gerir að verkum að þú hefur gaman að því að gera það sem þú ert að gera. Og ég veit allt um það að þú hefur gaman að mörgu sem þú ert að gera. En þú hefur ekkert gaman að öllu sem þú gerir, en þú kannski gerir það því þú veist að þú þarft að gera það. En Drottinn vill að við höfum gaman að öllu sem við erum að gera, því að það er svo mikill kraftur í að hafa gaman að verkunum sínum. Hann vill gefa okkur þessa gleði, hann vill að við förum af stað í þessari gleði, hann getur viðhaldið gleðinni, og þá er svo mikið sem er lifandi með okkur. Og við segjum, trú mín ætlar að lækna mig. Trúin mín ætlar að lækna mig. Þetta er ákveðin fyrirhyggja í þessu, því að þú ert heilbrigð manneskja og það er enginn að segja að þú verðir það ekki áfram. En gerist eitthvað, segir Drottinn við þig, trúin þín mun lækna þig. Hún mun sem sagt taka við þessu og eyða sjúkdómnum sem að herja þig á þig. Þannig við sjáum að við þurfum að eiga þessa trú. Við þurfum að byggja upp okkar trú. Og nú erum við aftur komnir á staðinn sem heitir Kross Krist. Með öðrum orðum, við fætur lifandi Guðs. Og við erum komin á staðinn hennar Maríu sem að settist við fætur Guðs og það er tala um það með þeim hætti. Þetta eru lyklar sem við þurfum á að halda. Við þurfum á þessari hvatningu að halda. Það er enginn svo svakalega klár og getur mikill að hann þakki ekki fyrir hvatninguna sem hann finnur er að koma á sig til góðara verka. Og
Og þegar þú vilt gera það sem er best af öllu góðu, þá skaltu flytja Guðs orð. Því að það hvetur mann og annan til þess sem hann þarf að gera, sem er umfram allt annað að rækta upp sína trú. Við verðum að eiga til öfluga trú. Við verðum að muna það að það var þessi öfluga trú konunnar með blóðlátið sem að endingu læknaði hana. Og Drottinn talaði þannig til hennar. Trú þín hefur læknað þig. Trú þín hefur gert þig heila. Það mun sama gerast hjá þér og það mun sama gerast hjá mér. Þú hefur trú í hjartanu og það gerist eitthvað og hún fer af stað í þér. Því hún vill að líkaminn þinn sé án sjúkdóms. Þess vegna þurfum við að eiga þessa trú og rækta hana með okkur og vera sannfærður að hún sé til gagns og það allt saman kemur þú ferð að leggja stund á hana. Og þá segir þú ekki, ég er nú bara búin á þessu og getur farið að slaka á. Það verður aldrei þannig. Og það er nú bara ein spekin sem Drottinn er að gefa. Að það verður aldrei þannig. Hann talar og það er það sem hann talar. Hann segir til að mynda, dagarnir eru vondir. Þeir verða áfram vondir. Og ég vaknaði inn í einn vondan daginn. Og þegar ég kem til Krist, þá verður dagurinn fyrir mér góður. Því hann er þetta góða. Hann er þetta mótvægi við þetta vonda. En þetta vonda er þarna. En við þurfum að sækja hitt. Hve margir sækja ekki bara í þetta vonda. Menn og konur jafnvel sem að þekktu veginn. En sækja enga síður endalaust í þetta vonda. Af hverju? Hver skilur þetta mannshjarta svo við tökum það nú upp aftur? Það er ekki hægt að skilja það. En það breytir ekki því að okkur er uppálagt að vera undir afli kennslunar í Jesú nafni. Því það er afl. Og kennsla segir við mig og þig, Konráð, farðu til krossins. Með öðrum orðum, farðu, leggstu fyrir fætur Drottins. Hann mun sýna þér hvað þú átt að gera. Hann mun gefa þér það sem þú þarft að vita. Og svo segir hann, trúin þín mun lækna þig. Það er ekkert kannski eða eitthvað efið eða hik þar. Trú þín hefur læknað þig. Þess vegna þurfum við að byggja upp í okkur trúna. Og þá göngum við hnarreist í gegnum þetta líf. En það getur allt gerst og það vitum við vel. Allt getur hent alla og þetta er eitt af því sem orð Guðs segir og það er líka ákveðin viska að taka við þessari kennslu. Allt geti hent alla. Þeir sögðu lærisveinarnir þegar að þeir rákust þarna okkur blindan mann, hvort á foreldrarnir hafi syndgað eða móðurinn eða faðurinn hafi syndgað því að þessi drengur fæddist blindur. Dæmigerð viðbrögð manna sem er ekki að skilja alveg hvað Kristur er. Hann er ekkert með svipuna alltaf tilbúin og svo bara lætur hann höggin ríða af. Ef einhver hrasar á lappirnar þá væri hann nú bara í því. Það er ekkert svoleiðis. Það er þessi frjálsi hugur mannsins, þetta magnaða fyrirbrigði, sem að dregur hann og tælir. Hvað er freisting annað en bara að frjáls hugur minn leyfir henn að koma. Drottinn sér freistingun að koma. Akkur stendur hann bara ekki fyrir henni. Því þá er hann að ganga á bak orða sinna þetta frelsi sem manninum er gefið. Hann hlýtur því að þurfa að leyfa þetta.
og hann fæst ekkert um það, hann heyrðir ekkert um það. En hann hefur stanslausa kennslu og stanslausa hvatningu til mín og þín að vertu í orðinu, pældu í orðinu og vertu þar sem ég er að starfa. Og hann er náttúrulega að tala söfnuðina sína og bara hvað sem hann er að starfa, þar vill hann að við séum. Við erum oft þar og við erum vakandi og sofandi oft í þessu, en kannski ekki alltaf. Því við erum svona rokkandi fólk. Við erum svona og hinsegin. Þess vegna þurfum við á Jesú að halda vegna þess að við erum eins og við erum. Veiklunda, veikleika vafinn frá A til Ö. En allur styrkur sem við eigum, hann liggur í Guði, liggur í Jesú, liggur í trú okkar á Jesú og þetta höfum við fullan aðgang að. Við megum ekki gleyma því hvað við getum gert í málum. Og Drottinn segir það að sá getur allt sem trúir. Og það er bara ekkert minna heldur en það. Og þegar þú ferð að vaxa í trúnni og ferð að reyna eitt og annað í trúnni, þá ferðu nú bara hreinlega að komast að því að þú getur allt í þessari trú. Já, trúin læknar þig líka að hvers kyns meinum. Trú þín hefur læknað þig. Ekki taka þetta yfir til þín og segja vegna þess að ég var að biðja svo flottar bænir fyrir þessu yndislega manni, þá er hann læknaður í dag. Það var trú viðkomandi sem læknaði nú ekkert annað. En við getum þakkað fyrir bænirnar sem að beðnar eru inn í málin. Við verðum að trúa því að allt saman hjálpist þetta að. Það getur líka verið styrkur í því og er styrkur, getur ekkert verið það er styrkur, þegar við vitum að fólk er að biðja fyrir okkur og mér hefur oft fundist það afskaplega notaleg hugsun að vita fólk sem biður og ég veit suma sem eru að biðja fyrir manni. Og mér hefur alltaf fundist það mjög gott því að þetta er náttúrulega bara utanumhald sem að maður hefur en sjálfur þarf ég að byggjast upp í minni trú. Því hún þarf að vera virk, hún þarf að vera heil og þá segir ég að trú mín hefur læknað mig og ég er að taka upp orð lifandi Guðs. Eins og við erum ofta að tala hér og ég held þú vitir þetta. Þú getur ekki hengt hattinn á neinn nema þína eigin trú. En þú hefur aðgang að Jesú. Og notaðu hann alveg eins og þú þarft. Hann vill það. En þú skalt eiga góð samskipti við bræður og systur. Það þurfum við á að halda því að þau er fólkið sem gefa okkur þessa uppörfun og kennslu til að mynda eins og hér framsett. Þú verður að byggja upp þína trú. Það eru alveg skýr fyrirmæli frá lifandi Guði. Að við byggjum upp trúna í okkar hjarta. Og þetta er það sem við þurfum að vaxa í og veiklast ekki í og við þurfum heldur ekkert að veiklast í þessu því að það er ekkert í svona þessu ytri aðstæðum sem að segja mér að ég þurfi neitt að veiklast í trúar uppbyggingunni minni. Þess vegna vil ég að trúar uppbyggingin mín haldi áfram og trúarvöxturum minn verði meiri að vöxtum. Og ég veit hvar grunnurinn er, ég veit hvar uppspretturnar eru. Uppspretturnar eru við kross Krist, með öðrum orðum, við fætur lifandi Guðs. Þar eru þeir. Við sjáum að þetta er nú í sjálfu sér mjög einfalt. Þú ferð þangað á öllu inn í hjarta og Drottinn tekur við þér. Og ekki bara það, og hann leyfir þér að soga þessa næringu inn í þína trú og hún vex við og dafnar. Og þú ert að byggja ákveðin grunn sem mun taka á svo mörgu þegar fram í sækir og þú halda áfram hnarreist manneskja þrátt fyrir alls konar sem gengur á
vegna þess að þú ert að gera þetta eins og Drottinn að tala að þú gerir þetta. En því miður þá taka menn allt of oft frammi fyrir hendurnar á Guði og fara að gera þetta sjálfur. Og hvað gerist þá? Það liggur alveg fyrir hvað gerist þá, hann bara stígur til hliðar. Ef þú ætlar að gera þetta sjálfur, þá gjörðu svo vel, þá gerur þetta sjálfur. En hann ekkert búinn að yfirgefa neitt manni þar með. Hann lifir auðvitað í voninu að hann komi tilbaka, hann sjái að hann bara klúður af og alveg að fara með þetta í steik. Sumir koma þá til þess að hann mun taka við þeim. En hann verður að fá að vinna þetta eins og hann vill sjálfur. Að öðru leyti hann ekki til umræðu neinar hjá leiðir. En hann segir, ef að ég vill það sjálfur, að þá skuli ég gera þetta svona. En hann ekkert með í því. Hann bara til hliðar. Það vond staða sem maðurinn hefur sett sig í þegar svoleiðis háttar til. Og það þarf ekkert að verða þannig. Þess vegna erum við að byggja upp trúna núna. Við ætlum að eiga til þessa trú sem færum að takast á hvaða vanda sem Já, og sjúkdóma þess vegna. Við munum sigrast á þeim fyrir okkar trú. Og ekkert annað. Mín trú fyrir mig. Ég að vísu bið. Og ég trúi því að Drottinn heyri bænir. Hvernig hann vinnur úr bænum veit ég ekki En ég get trúa því að hann heyri bænir og hann vinni með bænirna. Og hvaða bænir erum við að biðja fyrir öðru fólki? Hvaða bæn ættu við að biðja fyrir öðru fólki? Ættu við ekki að hafa þá bæn ofarlega að trú viðkomandi vaxi? Réttu hlut þessar mannesku segir við. Það okkar hlutverk að fara fram á það? En við getum hins vegar beðið að trú viðkomandi vaxi. Og þannig það líka að hvert og eitt okkar við þurfum að standa á eigin fótum. Við getum ekki hangið í einhverjum hjáleiðum með einhverja hjálparhellur sem kemur og bjargar öllu fyrir okkur. Það kemur að því séða þannig að við þurfum að standa á eigin fótum. Og þá eins gott að bara átta sig á því strax og byggja upp sitt líf með þeim hætti að þetta sé bara staðan. Og ég nú aldeilis með stort og mikið í kringum mig. Ég með sjálfan Guð í kringum mig. Þannig að mér ekkert að vanbúnaði. Þetta fær leið, bæði fyrir mig og þig. Ég þarf að vera þarna. Ég þarf að fara þessa leið. Og þess vegna erum við að hvetja hvort annað. Að við förum þessa leið. Að við gerum þessi verk sem þarf og við byrjum á því að falla fram fyrir krossi Krist. Og taka úr uppistuðu lónunum sem hann með. Ferskara en það getur það ekki orðið. En þetta það sem hann að bjóða. Þannig að boðskapurinn gengur bara og þessi. Og hann segir við mig, Konráð, trú þín hefur læknað þig. Þetta orð Guðs. En ég lækni ekki í neitt. Ég get hins vegar beðið lækningu fyrir fólk. En ef það kemur lækning, þá það vegna Guð snart. Þetta bara hendur, fingur manns. En ef Drottinn vill þóknast að nota þessa fingur til lækningar, þá gerir hann það. Ég þarf að eiga trú sem tekur á mínum vanda og mínum sjúkdómum út í það farið. Og Drottinn segir við mig, Konráð, trú þín hefur læknað þig. Þannig að það bara einn sem á heiðurinn af því. Hann heitir Jesús.
Þannig að við gefum honum alla dýrð. Hver okkar þáttur í þessu ferli veit ég ekki, og það skiptir heldur engu máli hver hann kann mögulega vera. Því að drottni ber all dýrð. Þannig að við þurfum að gæta okkur á því að hrókast ekki upp af, já, kannski finnst okkur ganga vel og þetta sé svona svolítið töggur í okkur. Það er alltaf að hafa þetta, en við megum aldrei gleyma því hver við erum og hver hann er. Að við lútum honum, erum undir vilja hans og þannig að Guði sett saman. Og ef við erum ekki með þennan boðskap uppi, hvað erum við þá að gera sem erum að boða og tala Guð? Við þurfum að hafa þessa boðleiðir uppi og hamra á þeim. Það er kross Krist sem við þurfum að hamra á. Fætur lifandi Guðs. Og hann vil snúa sér að mér og þér og segja: trú þín hefur læknað þig. Trú þín hefur gert þig heilan. Sá getur allt sem trúir. Takið eftir því hvernig hann notar orðið trú. Hann er að tala um mig og mína trú. Og ég get því allt þegar ég trúi. Og þetta verður eins og það er, að því ég gef Guði alltaf dýrðina. Ég passa mig á því að taka engan heiður til mín. Ef ykkur gerir það, þá hvet ég hann til þess að hætta því núna. Því það er ekki það sem drottni líkar best. Hann segir á einum stað: án mín getið þér alls ekkert gjört. Þetta er nú mjög skýrt og orðið kveðið. Og akkur haldið þið, kæru vinir, að drottni sé að minna okkur á þetta, nema vegna þess að hann vill að við vitum hver hann er. Við erum bara verkfæri hans. Verkfærið er nauðsynlegt. En sá sem veldur því, heldur á því, er lykilatriðið í öllum svona málum. Ég er bara verkfæri. Svo sem nauðsynlegur í verkferlum, þessum eða hinnum. En sá sem að stjórna því og beitir áhaldinu er samt hann sem allt snýst um. Og í þessu tilviki heitir hann Jesús. Og hann segir við mig: Konráð, trú þín hefur læknað þig. Trú þín hefur læknað þig. Og þetta er svo boðskapur sem maður vil skilja eftir handa okkur í dag. Og ég tel að við höfum fengið góðan boðskap og hvetjandi í þessum þætti. En ef ekki að segja þetta gott í dag, og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.